Já, verið velkomin í sérstakann auka þátt af stjóranum. Hér komið Baldvin Borgars, mér við hlið, alvöru knattspyrnustjóra sem búinn að láta mig og Hjamma heyra það í hverjum einasta þætti af stjóranum í Twitch spjallinu og við eigum það náttúrulega skilið. Já, það náttúrulega bara 100%. Já, en hann gengur undir nafninu Mario Balotelli í spjallinu, við þekkjum hann öll hérna. En hvað segirðu, hvað geturðu sagt okkur um þig? Ég meina, ég að hleypa þér hérna í liðinu okkar. Já. En þú veist, hefur eitthvað vit á þessu? Já, ég tel mig hafa hellingsvit á þessu. Ég náttúrulega búinn að spila Champions Manager og fútbolmanager frá því ég var 7 ára. Já, það reyndar ágætt. Já, byrjaði í CM 0304 og lærði náttúrulega bara mínu fyrstu ensku þar, sko. Já, þetta er geggjaði leikir, sko. Já, ég meira þess að eiginlega learned it the hard way, eins og ég segi, sko. Ég er púlari, það skildi ekki neitt þegar ég var að byrja í þessu og ég held ég hef byrjað að selja Steven Gerrard og keypti svo Matt Holland frá Charlton, sko. Nei. Og mitt fyrsta save það, ég man þetta svo í sögu, sko. Ég held ég verið í 17. sæti eftir einhverja 10 leiki og var rekinn. Vá, það alltaf rosalega. Þetta hefur verið agalegu skellur hérna. Já, en það botninn og maður búinn að vinna sig upp síðan. Já, hjúk. Annars hefði bara hendir út, ég veit ekki hvað ertu að gera hérna. Herri býtu og þú líka hefur eitthvað, ertu að koma að þjálfur, eða ekki sjálfur bara svona in real life? Já, ég enda búinn að þjálfa bara fyrst yngurlokka síðan ég var 15 ára og svo meistaraflokk síðan 2018 fyrst með Björnin í 4. deild og svo hef ég verið aðstoðarþjálfari Ægis í Þorlákshöfn síðan 2019. Já, það hefur ekki gengið vel þar eða? Jú, við Nenad Sjivanovic tókum við liðinu í 4. deild og erum í 2. deild í dag og erum nýlega sem enduðum í 3. sæti og bara alveg uppgangur í höfninni. Vá, vel gert. Og það ertu að nýta þér eitthvað reynsluna á fútbolmanager? Það er náttúrulega mjög skrítið að fara að tala um einhver tölvuleik sem einhver real life dæmi en þú veist, ég myndi samt alveg, ég viðurkenni það að minna áhugi þjálfun kviknaði í fútbolmanager. Já, geðveikt. Þetta er náttúrulega, maður heyrir að það sé alltaf verið að sækja störf bara með þetta CV-inu. Hvað er svona að gera? Ég hef verið að stýra náttúrulega öllum sem helstu liðum, bara í fútbolmanager. Já, það er eftir, en við kannski prófum það. Já, við tekum á því. Heyrðu það, en þú ert komin til að laga til. Þú ert náttúrulega búin að láta okkur heyra það í chatinu. Já. Og við náttúrulega erum bara 2 miðaldra kallmenn og erum bara með allt niður okkur. Já. Erum greinilega ekki mjög mikið fótboltaþroska og taktískan þroska en við ákveðum bara að fá því hingað og segja bara ekkert kjaftaði. Nú bara, þú veist, svona er þetta. Nú bara tökum við silkihanskana og förum að þessu máli. Já, mér líst vel á það. Þú lætur okkur bara heyra það eins og þú lætur klefan heyra það eftir tapleik. Já, ég hef ná nokkur þar. Já, hérna sérðu þetta við ætlum að byrja á Hjálmari. Hann er í verri málum, hann er náttúrulega nýkominn út af skrifstofu stjórnar. Já, eðlilega. Sem hann fékk mánuð. Hann náttúrulega eins og sér, hann var náttúrulega búinn að vera í sko með Óla Síkó eða hvað þetta heitir kerfi hérna, 5 í vörn. Það var ekki að virka. Nei, það gekk ekki vel hjá honum. Þrjóski Hjálmari var búinn að vera 4-4-2 og náttúrulega bara allan tíman. Þangað til að þú einhvern veginn braust hann aðeins, hann fór að skipta kerfi. Og svo var hann komin í þetta núna síðast. Já, sko þetta virkaði fínt hjá honum. Konti, við erum náttúrulega báðir Tottenham menn sko, þetta er svona smá Konti áhrif sko. Já, þetta virkaði fínt hjá honum. Þetta var sett upp svona nokkurn veginn eftir einhverju rausi frá mér. Já. Þannig að við ætlum að halda þessu inni. Já, við verðum ekki að láta þetta hverfa, þannig að viðbjóð hverfa hérna frá honum. Sko, við förum ekki að hreyfla við Óla Síkó, bara því að það er svo góð saga bak við þetta kerfi. Já, við getum ekki látið. Og þetta er komið til í gegnum chatið mitt líka, þannig að við leyfum þess að lifa, þó að þetta sé algjört drasli, kannski lögumættast til fyrir hann, en nú förum við bara og förum bara í nýtt hérna. Nú ætlum við að fara í 4-2-3-1. Vá. En við ætlum að færa þessa strax aðeins upp. Ok, mér líst vel á. Þannig að við erum svolítið sóknarsinnaðir. Já. Við ætlum bara að vera í positív. Já, þú hatar þessa þegar við förum í vörn. Já, sko, ég hef spilað þetta eins og sé heilengi, sko. Ég held ég hafi aldrei náð árangri með lið þegar ég er að spila einhvern varnarleik og reyna að treysta á að fá ekki á mig mörk og drullin einu, sko. Ok. Það er alltaf skemmtilegra að gera þetta svona, sko. Ég myndi hafa þennan gaur hérna bara advanced forward. Af hverju? Er það bara, þá er hann bara að Já, og er bara að hlaupa á bak við línurnar, er að keyra inn í boxið og er svolítið mikið að, þú veist, ef þú ert með hann target forward þá haggast hann lítið, ef hann er poacher þá hann bara einhvern veginn reyna að lúra og gleyma sér, sko. Deep lying forward er, þú veist, mér finnst mjög gaman að nota það, en það er þá er hann svolítið að sækja niður og virkar oft bara eins og 10 eða kantari, sko. Ok. Þú veist, ein taktík sem ég nota mikið, þá er ég bara með 3 uppi, þá er ég með advanced forward í miðjunni og svo sikkurum megin er ég með svona deep lying, þannig að þeir virka oft eins og kantmenn eða svona holugur í kringum. Þeir eru mikið að leggja upp, ekki skora mikið, en advanced forward skora mjög mikið fyrir mig þar. En þú myndið ekki vilja, því þetta endalög David Nugent eða?
Nei, ekkert endilega, sko. Ekki að fara hann í advanced forward, hann hreyfir sig ekki á þess að stífna á ökla, sko. Nei. Hann hræðilegur. Já, en sko, svo getum við farið eins og, ég ætla bara að sýna taktingina sem ég mikið að vinna með, sko. Þú veist, hún þá bara þessi hérna. Þá ég með, sko, þessi einmitt, deep lying forwards í support. Þessi virka svolítið svona, þeir eru svolítið að vinna í þessum svæðum hérna, sko. Þessi bara fyrir fram markið. Þessi raðar í mörku fyrir mig, þessi leggja mikið upp og skora líka. Þetta analysis þannig að þú fer ítur á það, lagast þetta eftir þessu? Skiptir þetta ykkur máli? Já, veist, þetta fer náttúrulega líka bara eftir í hvað leikmaður settur hérna akkurat núna. Þú sér það, sko, þessi með hálfa stjörnu, en hérna hérna gaur með 2,5. Það þeir sem cover það betur? Já, þannig að þú sér það hérna lítur þetta betur en hérna minn, af því að þessi leikmaður betri í þessa stöðu. Og kannski eðlilegt að myndist þessi hólþur svona minni lið. Já, algjörlega. Með þannig leikmenn. Algjörlega, sko, en ég myndi henda þessum hérna bara í þennan, ég myndi, sko... Crank Sjónur og það svakalegur. Já, Crank Sjónur skemmtilegur. Svo erum við með eitt bara til þess að verja vörnina hérna. Þú veist, í nútíma fótbolta, bakverðinni skipta miklu máli. Ég rosa hrifinn af því að láta þá svolítið bara koma upp. En support alveg... Við support það þýðir þá bara að þeir eru að... Þeir eru að koma upp, þeir eru að styðja við, en þeir eru ekki endilega að fara alla leið og þú veist, erfitt að skilast tilbaka fyrir hvaðan 37 ára Danni Sveinsson, 36 ára. 36, hann ekki að fara neitt. Já, þú veist, ég finnst langt best einhvern veginn að vinna með ball-playing defenders. Bara þannig að þeir þora að taka ábyrgð, sko. Þú veist, sweeper-keeperinn er flottur hérna. Sko, þetta til dæmis bara svona taktík, eitthvað sem ég vinn þokkalega mikið með. Þetta lítur enda vel út. Já, sko, svo þurfum við einmitt að fara og vinna í þessu hérna. Þeir eru ekki nóg duglegir feikt í þessu. Hvernig, þú voru bara að fara með okkur í gegnum þetta. Maður alveg að læra og það líka fínt að chatið og áhorfendur sjáu svona hvernig það virkar þeir sem að stíga sem fyrstu skref í þessu. Já, sko, í þessari taktík má þetta alveg vera fairly narrow af því að við erum með bara 3 línur og þú veist, við þurfum að halda okkur svolítið, sko, þéttum. Það sem ég geri yfirleitt bara run at defense og more expressive. Þú veist, þeir eiga bara að hafa frelsi til þess að sækja og njóta sín. Þú veist, ef þið eruð eitthvað að voða disciplined og dribba og lesa, þá einhvern veginn minna frétta, sko. Tempo bara hátt. Sko, það mega að vera shorter passing, það alltaf að hafa þetta slightly shorter. En prófum bara fyrst, látum að spila þetta svona, shorter, pass into space og play out of defense. Overlappið, bakverðinir eiga þá að klára þetta overlappið af því að við náttúrulega erum ekki með kantmenn, sko. Þú veist þeir þurfa að taka overlappið og halda breytinni. Maður sjá, það fínt að hafa þetta svona. Þá eru þeir ekkert að skjóta hvað sem sko. Þú veist að þeir þurfa ekki að koma. Já, þú veist, og af því að við erum í rauninni með 3 sentina, þá fínt að við reyna að vinna boltan inn í boxið og einmitt á með, þú veist, fyrirgjöfum utan að kantinum eða þá þessir 3 og miðjumenni 2 sem svona sækja meira eru svolítið að koma honum inn á getum við verið með nútjendin í advanced-forward. Já, ég held að við viljum hafa hann. Ég held að hann getur hann, og það að setja 3 sentra, það svona kannski setur Hann líka með leikmenn í það, held ég, sko. Já, ég held það nefnilega. Hann með þarna Advarka, hvað hann heitir, og opnar möguleikann á, sko, fleiri senturum í hennar spiltíma hérna. Sko, svo hérna in transition, það þýðir að þú veist hvað gerist þegar að boltinn í rauninni tapast eða vinst. Þú veist, þegar hann tapast þá verðum við bara counterpressa, þú veist, bara reyna að vinna boltan sem fyrst. Ef við förum í eitthvað ríkgrúppin þá erum við bara að reyna að drulla okkur tilbaka og hitlið það bara að chilla með boltan. Þegar við vinnum boltan, þú veist, það gott að countera, en það líka allt í lagi bara svolítið hold shape, þú vilt líka halda í boltan. Þú veist, það verður ekkert að reyna að drífa þig strax að stað og mögulega tapa honum Þannig að hold shape svona aðeins að slaka á og bara vinnið ykkur í sóknina. Þannig ég myndi byrja að hendi hold shape. Sko við setjum hann hérna sérstætt út á hafsendana. Bönnum bara langaspyrnur, sko. Við viljum ekki vera að negla hann alltaf bara fram og tapa. Þetta það frá markmanni? Já, frá markmanni, sko. Já, bannar það? Já, en svo einmitt, þú veist, fáum hann hérna, þú veist, svo þetta hérna, distribute over opposition, þá áttu bara að negla honum alltaf fram, sko. Það ekki hægt, sko. Við höldum honum bara hérna. Það allt í lagi að gera þetta svona, en það þarf ekkert. Já, það bara að koma þú veist, já, þú veist, og við viljum ekki hafa þetta svona, sko. Nei, við viljum ekki bara loka, það ekki neitt.
Þetta meikar alveg sens, þú ert líka með ballplaying hérna centerbacks og þeir ætti að geta spilað direkt spilinu, ok. Svo þegar við förum með hérna, bara upp með línuna, þá verðum að byrja að færa varnarlínuna. Það þarf að fara hana svona upp, alveg þarna? Já, sko, þú veist, það er allt til að hafa hana svona, en þú náttúrulega þéttir þetta ennþá meira svona. Þú veist, það er erfiðara að spila í gegnum þegar menn eru þéttari. Náttúrulega fyrir liðið svo sem kannski að reyna ykkur langa bolta, en þá ertu með sweeper-keeperinn, sko. Við viljum bara pressa, eins oft og við getum, stíga upp og pressa. Þú er bara svo klopp. Há varnarlína maður. Já, sko, varnarlínan á bara að stíga upp hérna. Hvað hefur vörnir ekkert farið fyrir aftan miðju í Þorlákshöfn? Þetta bara allt keyrt bara upp? Er þetta bara helsta varnarlína á landinu? Mér dreflega þetta pakki vörn, sko. Dreflega þetta. Þetta hundleir, ég var múið að spila æfingarleik við Gróttu það ennum Gróttan, það er miklu stærri klúbbur en ægir og hann endaði 6-4. Já, alvöru leikur. Við töpuðum reynda 6-4 en... Já, þú bara svo Oscar Díles þegar hann tók við Tottenham með hvað, 5 fram með eitthvað? Já, þannig ég nenni ekki... Það er reyndur alvöru bolti. Ég nenni ekki að fara út á völl og pakka völl, sko. Sko, hérna, trap outside asks the team to set the presenter descent to funnel the ball into wider. Við viljum í rauninni leiða það út, ekki inn á við. Við viljum fá það frá markinu okkar. Þannig að þú veist, þá færðu hérna. Þetta er það sem við viljum að hitliðið geri, skilur, þú veist. Já, fara út í kantana. Já, og svo bara stop crosses, þú veist. Þannig við erum að fara að koma í veg fyrir að hitliðið ná að krossa boltan eins mikið getum. Við getum gert in-wide crosses og treysti að ef við værum með Van Dijk og Nemanja Vítić í vörninni, þá væri kannski allt í lagi að in-wide að boltum fyrir það því að þeir éta það allt saman, sko, en við ætlum bara að stoppa fyrirgerð. Já, við erum ekki að, Nei, við nennum ekki. Er það bara hvernig er ítaðin út í? Já, við erum í rauninni að loka miðjusvæðinu sem er alltaf bara centrali á vellinum fyrir fram að marki okkar og ítaðum út í breiddina. Já, þannig að þetta er það sem við ætlum að gera. Sko, ég spila með þetta svona, attacking. Já, ég gerir það, sko, en það er alltaf að hafa þetta positív, en ég, þú veist, Þú myndir mæla með þetta? Já. Ég öllum bara heima og heiman og... Já, bara, veistu, ég breyti þessu aldrei. Nema ef að ég kannski vinna með einu, það eru 10 mínútur eftir, þá set ég í very defensive. Ekki set ég í defensive. Já, ef þú setur bara í very defensive, eins og ég sagði ykkur tjátt, það kemur valla highlight eftir það, sko. Það er þetta mjög gott. Þú veist það, en ef þú ert í defensive, þá kemur alveg highlight og ég er alltaf á nálu með að gera það, sko. Ok. Þannig að, þú veist, þetta er svona eitthvað sem að mér finnst líta bara vel út og mér er skemmtilegt að gera, sko. Hérna Óli Sík og við kannski fiktum ekkert í því að láta hjá bara taka full ábyrgð þar. En þetta getur verið eitthvað, hann var eitthvað að leika sig með þetta, við erum kannski að breyta því. Já, ég myndi setja hennar bara í attack líka. Þú veist, inverted wingers hérna, sko ég myndi breyta McDonald í support og færa þessa í attack. Ok. Þess að sko... Þá er hann, McDonald, er hann þá komað aðeins aftar? Já, aðeins aftar og þú veist, aðeins meira að hjálpa miðin og kofera miðjusvæði og þessir er að sækja inn á markið. Af því þú ert með þessa hérna í þessum hlaupum, þú ert með deep line playmaker og ballwinning midfielder, þú veist, hann er svolítið með belt og axlabönd að hafa deep line playmaker í defend hérna af því hann er með ballwinning midfielder, þannig ég myndi annarkvort breyta þessum í roaming playmaker eða þá ég myndi breyta þessum í bara, já, í roaming playmaker líka, sko, þú veist, ekki vera með báða hérna í svona rosa... Endilega breyttu því hjá honum. Já, sko... Roaming playmaker, svo finnum við leikmenn í þetta. Já, ég myndi bara frekar henda þessum í roaming. Frekar en að vera með ballvinning og deep line. Þannig að vera með 2 playmakers er bara fínt, þú veist, og annar þeirra er að einblína á varnarleik líka, sko. Að vera með stopperinn hérna náttúrulega bara, ég veit ekki hvaða hugmyndafræði það er í honum, sko. Hvað hlutverk er það? Er það bara að dundra bara í burtu? Nei, sko, stopperinn er, sem sagt, sko, þú veist, þú sér það í defend, þá er hann með hold position. Ef þú ferð í stopperinn, þá dettur út hold position, þannig að allar stopper, þá þarftu raunin að vera með hinn í cover. Já. En sko, upp á það að annar þeir eru að stíga upp og þú veist, fer í allt einhvern veginn og hinn verður þá, þú veist, einblína á að covera svæðið. Þannig að það er bara eiginlega vitleysa að vera eitthvað að væða það. Þeir núla hvað annan út þarna. Já, þeir verða bara að vera, þú veist, í defend og halda stöðu svolítið, sko. Þú veist, advanced forward hérna, attack, flott. Þú veist, þú verður eiginlega að vera, ef þú ert með 1 striker, þá þarftu eiginlega að hafa þannig, eða poacherinn, svo pressing forward og complete forward virka líka og ég er alveg hrifinn af því. En deep line forward með 1 center, ég sagði þetta held ég við þig á tjatinu, sko, það er bara þvæla, sko. Þá ert eiginlega ekki meðnitt, sko,
í boxinu. Nei, þá hann bara alltaf aftur. Já. Þannig að nema einmitt að þú getur verið þá með false 9 eða deep lying forward, þá þarfst að hafa þennan hérna í sko shadow striker. Já. Þú veist, það svona combination sem virkar sko. Eða, já, þannig að þú veist. Það eiginlega fínt að hafa þarna bara þessu núna í þessu. Já, þannig að sko svo. En ertu með wingbacks þá bara? Á þeim? Já. Svo náttúrulega förum við í jákvæðinina sko. Þetta cautious og defense, þetta alveg bara bull. Bara gefið niður einslu. Ég skil ekki hvað þetta að gera þarna. Þetta rosalega. Ég lenti einu sér því, bara svona með mann, að ég var að spila 4-4-2 og það hefur alltaf verið skamma og ég náði ekki linka milli varnar og samt með 2 sóknarmenn og 4 miðjumenn. Já, það var bara þetta gap hérna sem þeir voru alltaf að kvart yfir sko, að það væri í rauninni, þú veist, leið, ég man þú prófaði, þú settir annan hinga, þú veist, þá hætti þetta kvart sko, því þá ertu með í rauninni, þetta er rauninni með meiri tengingu. Og hefði þurft kannski þá önnur hlutverk á miðjumennina og kannski annan sóknarmann. Og líka bara taktíst sko, þú veist, þú hefur mögulega verið bara með eins og í þessu hérna sko, þú veist, þú hefur kannski bara verið með þetta svona, skilur, þú veist, bara varnælina neðarlega og hinir uppi og þú veist, það var bara allt galopið sko, þú veist, það hefur mögulega verið eitthvað þannig, en ef við byrjum með það, sko, notum breytina hérna aðeins betur. Við ætlum að senda í svæði og við ætlum að spila út úr vörðinni. Eitt sem þú ert með svona 3 tilbúnar formations. Ertu þá að skipta einu miður leikum jáfnvel? Ef þú vilt, þú veist, eitthvað, segja bara, ég greinilega ekki að, þú veist, ég þarf að prófa að fara að meina breytina í staðan fyrir. Já, ég hef alveg prófað það, sko. Eftir hvernig anstæðingurinn er. Já, þú veist, ég minna. 12-1 kannski ekki neitt. Nei, ég minna, þú móti sterkari liðum og þá er kannski þægilega að spila með þessa taktík sem við erum að setja núna heldur en með 3 strækjara af því að þú veist 3 strækjara kerfið hefur virkað mjög vel fyrir mig sko, þú veist, stundum vinn ég leiki 7-0, stundum vinn ég 4-3, skilurðu, þú veist, maður tapar líka alveg leiki, menn þetta er ekkert svindl. Nei, þetta er ekki svindl, þetta er bara, það sem ég veist þú voru að gera þarna mitt er, þú veist, að því Hjálmar, hann er mjög heiðarlegur og vill ekki geta svindla. Þetta er ekki svindl, þetta er bara að skilja alveg út á hvað þetta gengur. Af því að við, þú veist, þetta er ekki eins og þú sést bara búin að vera googla og datamæla á netinu einhverja svindl, þetta er bara, þú veist, það vantaði bara einhvern svona fótbolta hugsun í þetta. Þetta þarf alltaf make sense, þú veist, það verður til þess mjög skrítið, sko, með þetta hérna að ætla svo kannski bara að fara í, þú veist, eitthvað bara bull, þú veist, eins og bara alltaf að gera eitthvað allt annað heldur en það sem make sense fyrir þetta, sko, þú veist, við þurfum alltaf, eins og við viljum overlappið, við viljum spila á playmakerana hérna, spila út úr vörninni, þannig að þú veist, þeir halda breytinni, þessir alltaf sækina því þeir eru inverted, sko, vingers eða forward sem man ekki hvort það var, þú veist, og ég vinn svolítið mikið með workball into box, þannig að þú veist, menn sé ekki að skjóta endalaust hérna einhvers staðar, sko, þú veist, að þeir séu svolítið að koma sér nær markinu í áttaboxinu og aðboxinu, og svo eins og þetta, run at defense og be more expressive, þú veist, þá bara hafa þeir leyfi til þess að svolítið bara express themselves, svona, þú veist, og keyra svolítið á liðin, þú veist, við erum ekkert að vinna með time wasting, það alveg drefleðilegt. Setur það ekkert á inn í leik, eða þú veist, setur very defensive og time wasting? Nei, sko, ég held reyndar að, sko, time wasting komi sjálfkrafa þegar þú ferði very defensive. Já, það er bara hluti, já, ég held að það sé bara hluti stillingunni, sko. Ok. Alright, þannig að komum pass into space. Já, fáum bara, þú veist, senda fyrir frammenn, alltaf í svæði, fara á bakvið. En mixed crosses, er það bara eitthvað? Já, þú veist. Já, það er ekki bara. Jú, þú veist, já, taka bara, þú veist, þeir eiga bara að vega og meta hvað er besta hverju sinni, sko. Þú veist, ég er rosa lítur hrifinn af þessu hérna, en floated crosses og low crosses, þú veist, bara flott að negla honum fyrir marki, sko. Svona whip crosses, það er bara eitthvað það er bara eitthvað æfingabolti fyrir markmenn, sko. Já, það er svona háir bolti. Já, svona eitthvað, já, það er bara eitthvað drasl, en hérna, þeir náttúrulega verða bara að vega og meta, þannig að ég er yfirleitt bara með mixed crosses. Já. Svo förum við í transitionið hérna, þú veist, það er alveg fínt, sko, prófum með þessa hérna taktík, halda counterinn, láta á countera, þeir eiga alltaf counterpressa og prófum hérna distribute quickly, sko. Ok, já, mér til það. Þannig að hérna, Lítur vel út. Já, sko, svo förum við í þarna erum við með, þú veist eitthvað búin að vera vissast í þessu. Já, hérna erum við með hápressuna. Það er alltaf í lagi að hafa hana hérna, sko. Þú veist, hann er ekki alveg upp á miðju. Nei. En þeir verða að steppa upp, sko, það þarf ekki að hafa hann hérna, skilurðu, þú veist, eins og ég gerði áðan með trap outside. En þú veist, það er alltaf að prófa að hafa bracket og svo samt stop crosses. Við viljum ekki fá fyrirgefandi fyrir, sko. Já, einmitt. Þannig að... En þú veist með prevent, short, þú veist með að láta markmanninn setja út, ok. Það er sko prevent short distribution, það er þá hitliðið á ekki að geta spila. Þeir bara pressan. Já, bara pressu á það, sko.
Þannig að þá erum við konum með þessar tvær taktíkur hérna. Ok, svo Óli Síko heldur þessu bara. Já, hann verður að fá að vera með eina sem að Já, Óli Síko verður... Þetta er rosaleg taktík. Getur kannski lagað Óla Síko ef að hún er rosaleg. Já, ég hann alltaf var þjálfari, hann Hjálmar, eða hann er búin að tala um það, þannig að hann alltaf... Á með augnablik. Já, hann segir, sko, hann telur sig hafa spilað þetta kerfi í raunveruleikanum. Já, sko, en þá þurfum við líka að fara sér, sko, ég myndi breyta þessum bara strax í pressing, forward, attack. Við þurfum ekki að hafa deep lying þegar við erum með attacking midfielder og tómiðum. Sko, vingbakkarnir verða að fá sækjum. Ég myndi bara setja complete hérna á attack, sko, af því að þú ert með svo mikla vörn, sko, assistuna. Hann alltaf með liberoinn, sko. Er það svíperið? Já, það er svona, það er þessi típa svíper sem að, sko... Hann fer eitthvað áfram, já, sko, ef þú setur hann í attack, þá er hann hérna, sko, eins og sér, sko, dribble more, shoot more often, get further forward. En hann er, sko, droppar bak við línuna eins og sweeper, aiming to sweep. En sko, þú veist, svo with attack duty Libero must higher tempo goal scoring threat, sko, þannig að hann er að reyna að skora líka, sko, þetta er eitthvað svona Dion Dublin dæmi, sko. Já, Dion Dublin, það var rosa. Það var svakalegur. Já, þetta er gott, sko, þetta er magnað, en samt að, sko, Hjálmar, ég held að hann hefði bara talað um 1 mark, ég er ofta að spyrja hann út í þetta, ég held að hann talar alltaf bara um 1 mark, ég veit ekki, þetta hefur örugglega verið að virka vel hjá honum. Nei, sko. Hann bara talar um þetta eina mark. Nei, við förum að breyta hérna, við sem að þetta verður að, sko, shoot on sight, þú veist, það verður náttúrulega bara að biðja menn um að skjóta hérna fyrir fram að miðju. Við tökum þetta út, sko. Nú förum við bara í workball into box. Play for set pieces sem alltaf drullu fyndið, sko. Alltaf bara að reyna að fiska aukaspyrnur og... Það er þetta svakalegt, sko. Sko, þetta disciplin hérna í creative freedom, það er alveg, ég er ekki hrifinn af því, sko. Nei. Við megum alveg aðeins víkka breytinni þessu gerði. Við erum með 5 hérna belt og axlabönd. Tempo verður hátt, hætta þessu time wasting, sko. Þarna var hann var náttúrulega á eins og lægsta punkti í ferlinu. Þarna var hann nýkominn út af skrifstofu stjórnarformans. Já, við fengum að skoða hana. Og þá fór hann í time waste, hann ætlaði bara að drepa leikinn. Hann ætlaði bara að fara að tína stig hér og það. Já, það er sko, þegar þú ert komin á skrifstofu stjórnar, þá þarf þetta að vinna leiki. Ég veit að hann alveg fór í hináttina, sko. Hann var bara svo hrædd. Hann bara svona deer in headlight look á honum og þetta var rosalega, sér hvað, þetta er laminn maður sem setti þetta upp. Þú sér það, hann vill regroup. Hann vill bara hlaupa tilbaka leið og boltinn tapast. Ekkert mál, við ætla að leyfa honum að halda því. En þá ætlum við líka að fara svolítið í, sko, þegar við vinnum boltann, reynum að countera. Þannig að við drullum okkur tilbaka þegar töfum og svo beint upp, sko. Síko verið ánægði með þetta. Ætla hann vilji ekki slow pace stað þegar markmaðurinn hans með boltann. Jó, ég myndi halda, ég myndi skjóta. Ég ætla að halda því. Sko, distribute to target forward. Sko, hann alltaf, við getum farið að hamra yfir vörnina, en við ætlum ekki að færa það. Nei, við ætlum bara að fara í boltan inn á miðju. Já, alveg playmaker hérna. Og setja bara út í vængina. Já, er það ekki? Hann er með, sko, hann er náttúrulega með eitthvað kantmenn svo sem? Nei, sko, þeir náttúrulega fara upp hérna. Já, þeir fara, já. En við verðum sennilega að hafa þetta svona, sko. Já. Þrengja þetta hans. Tökum bara short kicks hérna. Það er ekkert, sko, við förum bara í, fá þetta bara út í varnarlínuna. Já, þeir eru náttúrulega bara, hálfliðið í vörn. Ég er að segja það, sko, þegar hann hefur 5 leikmönnum að móða hérna markmaðurinn þegar hann er að spila boltanum út. Sko, nema náttúrulega við getum valið líka bara, við viljum alltaf fá hann í Danny Simpson, sko. Danny Simpson. Já, það er hægt. Já, það er hægt að snúa þessu þannig, sko. Það er svakalegt, sko, ég myndi ekki treysta því. Nei. Eru menn að vinna meira núna með short kicks eða eru löngu svona? Já, ég er hrifnar af því. Já, mér finnst það. Af því að þegar markmaðurinn er bara spilunstutt, þá er hann ekkert að negla honum fram og tappa boltann. Eins og ég man ekki hjá Kormekar, það var, sko, ég eiginlega sprakk úr hlátri eitt skipti þegar það var augljóslega eitthvað taktískt búið að færa allt liðið vinstra megin og svo bombaði markmann til hægri og hitt liðið súti. Algjör sjálfsmorðsmissjón. Ég man ekki Kormekar það var, sko. Nei, það er líklega báður. Þetta er náttúrulega, við höfum ekki verið nógu mikið að pæla í þessu. Þetta er gaman að sjá þetta. Hérna vill hann bara vera helvíti þéttur, sko. Það er enginn að fara í miðju þannig. Nei, sko, hann vill augljóslega ekki pressa í þessu. Við bara erum ekkert að vesenast í ykkur pressu. Nei, ekki, leyfum honum að halda smá. Leyfum honum að halda smá defensive, sko. Við erum bara að reyna að hjálpa honum með varða. Við erum ekkert að pressa neitt. Við erum bara að fínstilla Síkóin. Já, við erum að fínstilla Síkóin. Þannig
ég væri til að sjá hann prófa hann í kvöld og ég vona að virki. Já, hann tekur þetta í erfiðum leik, sko. Já, sko, við erum bara að droppa niður. Við viljum fá liðið út fyrir okkur og við viljum koma með fyrir fyrirgjöf. Já, þetta er mjög gott. Þannig að, þú veist, við erum að láta á spila utan á okkur og hérna eru miðjumaður og bakvörður að koma í veg fyrir að þeir sé að senda mikið fyrir. Þannig að þetta er, sko, þá kannski í þessu hérna er allt í lagi að sé bara cautious. Já, þetta er þannig að við erum að fara í þetta hérna og eins og sé, við erum að setja hann í svæði, við erum að nota vítina, við viljum koma boltanum inn í boxið til að klára færi og við viljum alltaf spila fína fótbolta, sko. Þú veist, það er hérna, við erum ekkert að negla honum fram, sko. Nei. Þannig að hann vill náttúrulega fá svo aukaspyrnur, en við erum samt þessi, ok, af því við erum búin að gefa honum eftir hérna svona varðanleik, þá kannski alltaf að setja time-wasting í fríkvætli. Já, það er kannski svona, þetta er gennilega þú ætla bara að lifa leikinn af. Já. Þetta er svolítið henni í honum, Já, ég hugsaði um þetta, við séum. Það er komið með flott kerfi núna. Já, og hérna, box-to-box midfielder, setjum þennan bara í box-to-box, þessi er bara ballvinning, það er allt í lagi. Við erum með attacking midfielder, hann mætti jafnvel bara vera advanced playmaker, vera með eitthvað playmaker inn á miðinni, sko, og svo erum við með, þá ert í rauninni að sækja á þessum hérna, þessum og þessi stiðu við, sko. Þannig að það er með 1, 2, 3, 4, 5 og svona 6 að sækja, þú með 4 tilbaka, belti og axlaband. Þetta er svo hættilegt kerfi. Já. Þannig að hann er komið 3 svona góð kerfi. Þannig að kerfi 1 er þá svona, ef hann vill vera með, nota sóknarmennina sína og láta þá spila. 2, þá ertu komið með 2 frammi. Já. Nei, það er Síkó. Það er Síkó, Óli Síkó. Og svo kemur þú að taka 1 og láta þá miðina. Já, þetta er svona það sem hann setti saman sjálfur eftir svona smá hérna leiðbeiningum og ég er náttúrulega bætt inn í. Núna svona þessu. Já, þannig að sko að því að við erum með þetta hérna positiv, setjum þennan bara í attacking og svo ætlum ég bara að banna ykkur að breyta þessu. Ok. Hérna, banna að breyta. Þannig að sko þegar aðstoðarþjálfarinn fer að mæla með ykkur og þér á leiðinni í leik. Bara ekki síðan. Nei, gerið þið bara, þú veist, liðsbreytingarnar og svo getið þið laga út úr því þar sem ég geri og svo þetta opposition instructions sem að fylgir nánast með hverjum einasta leik og þetta eru bara 2 fyrstu hlutir. Ok, þannig að bara það sem er ráðleikja að hvíla eins og bara kvikk hérna að hlipið þetta ekki? Jú. Er það ekki það sama í raun og jú, í rauninni sko. Þannig að þá er bara að setja inn bara besta liðið með ákveðna stiltu og svo eru hitt opposition instructions, láta hitt eiga sig. Þá erum við farin að þá er þið farin að rugla í þessu og einhverju hérna skilur, þá er þeir farin, þetta eru fullir í virðingu fyrir þessu spurningum, þetta er einhverju aðstoðarþjálfarar í fjöldeildinni. Þeir eru alltaf bara, þetta er gervigreind sko, þetta er ekki alveg greind fyrir okkur. Nei, nú fyrir við að skoða þegar við þurfum að Sko, ég er með, hvað er allt í rugli þarna? Nei, þetta er gott. Sko, sérðu það er að myndast náttúrulega regnbogar allt lið. Þetta er að vera heldur gott. Sko, þetta er eitthvað kerfi sem var að virka þegar ég byrjaði. En svo var málið og ég ætlaði kannski að biðja að fínstilla þetta kerfi á þess að breyta því. Ég er mjög hrifinn af því. En hérna, ég var með ég er búin að vera að gera svo mikið að láta stjóran breyta einhverju að ég vissum að það er allt í rugli í possession og transition þannig sko þetta ég veit að þú varst að skamma mig fyrir að vera náttúrulega með 2 hér og 2 hér. Nei, þú varst náttúrulega með þessa hérna sem vingers þú varst einhvern veginn bara alltaf með fullt af mönnum í sko þessum svæðum hérna en það var engin fyrir frá markinu en einn maður sko. Þess vegna breytir þessi inverted og það er mjög gott, þú veist, þeir geta verið inverted wingers eða inside forwards, þú veist, breytir ekki öllu. Þeir eru óttu komin í návíu við Peppulinn, hann er rosalegur. Þú veist, þannig að að því varst með wingbacks áfrið, sko, ég myndi setja þessa hérna í ballplaying, bara sikkurum megin við miðju hafsendinn, þannig að þú veist, þannig að þú ert með Waterfallinn, 2 metra slánan hann svona svolítið heldur bara stöðu, hinir með að sjá að spila boltanum út og geta fundið miðin eða bakverðina. Þetta hérna, myndast þetta bara eftir þess að búin að spila lengur? Já, þess að þeir eru konum með þessa tengingu, en þessi tenging hérna, hún er ekki nógu góð. Þeir hafa sko fairly decent partnership, en ef hún væri græn, þá væri hún frábær sko. Já, það er litakóður, við vorum fánaði bara að fá gullsturðun að halda með það er sko, hún mætti vera betri en svo getur hún alveg sko orðið svona brotalína sko þá er ég í skítamálum sko, þá er bara, það spilar ekkert vel saman en hérna, þetta er allt í lagi, þetta er bara fairly decent og líka hérna á miðinni hjá þér sko, ég myndi breyta Þetta er náttúrulega, þú ert með Höndar hana og Morris, þeir eru búin að spila mikið saman Já, sko, ég myndi Kemur þetta eftir sem spila meira saman sko hlið við hlið? Já, þú veist, hérna myndi ég fara í
deep lying og advanced playmaker sko. Þannig að annar þeirra svolítið neðar og hinn fyrir aðeins ofar. Sko vingbakkarnir, þú veist, það fínt að vera með support, þú veist, þurfum ekkert að vera að setja mikið hérna á. Já, þá þeir að koma því við erum alltaf með hina fyrir ofan. Já, þú veist, og þessi hérna eins og ég sagði við advanced forward, hann mætti alveg vera pressing forward með attack duty sko. Og mögulega poacher en alls ekki færi deep lying eða false nine sko. Byrjum að hafa svona bara. Já, sko, þú ert með því positive. Já, ég þorði ekki annað, þú alveg barðir okkur síðan sko. Já. Við vorum alveg sko, hættir. En þessi, það virkar ekkert að spila varnarbolt í þessu sko. Setjum þetta inn í miðuna, förum alveg hérna. Fáum boltan inn í boxið, fáum overlappið. Og play out of defense. Já, vinstulega. Þannig að við erum svolítið að setjum hann á bakvið í svæði og svo bara run-at og more expression. Þetta svolítið eldurtekning hérna sko, af því að mér finnst hitt bara ofta ekkert virka nógu vel sko. Að vera að setja mönnum ofur mikið af. Og við höfum séð það í þáttunum að það ekki virkað mjög vel. Sko. Ég veit ekki hvað að gera. Það allt í lagi að sko counterpressa hérna. Já, ég held það. Þú ert alveg með ágætis lið í það sko. Og svo bara einmitt countera þegar þið vinnir boltan. Sko við viljum fá boltan bara hérna á hafsendana, já. Og þú veist, það þarf ekkert að hafa take short kicks, það bara long kicks út. Já, þú veist, við bönnum hitt auto með því að gera þetta, þú veist, þá hitt bara auto off sko. En hann má kasta og svona. Já, hann má kasta honum út í vingbakkann til dæmis, þú veist, það allt í góðu. Bara, þetta lítur vel út. Já, af því að þú ert með að spila þetta kerfi sko. Og förum við í þetta hérna. Shit, hvað ég með að lága? Já, sko, ég myndi alveg setja high press. Það er ekki að skora með? Nei, ég myndi bara hafa þetta svona. Þú þarft ekki að fara alveg. En þetta fínt svona, sko, get stökkinn. Ég þetta hrifinn þessu, menn fára þetta mikið spjöldum í þessu. Þeir eru svolítið harðir, sko. Við viljum bara preventa hérna, triggera pressuna, þú veist, stígum fyrir ekkar upp og hérna, förum bara outside stop crosses. Þú veist, þannig að því hérna erum við líka í góðum málum, sko, með wingback, þú ert í rauninni með kantmenn, þú ert með miðjumenn tóiðast og þú ert með, sko, í rauninni þessa utanliggjandi hafsenda, sko. Það lítur vel út, þetta bara mjög flott, ég ánægður með þetta. Þannig að þetta var nú svona bara fínstilling. Já, þetta bara fínstilling, sko. Þetta kerfi sem að einhvern veginn, það var að virka fyrir mig. En svo var ég ekkert með önnur kerfi, sko. Ég var bara að spila 4-4-2. Sko, þú ert alltaf Pebble og getur spilað frammi. Já. Á ég ekki setja upp fyrir þig bara líka sóknarstillinguna mín. Ég nefnilega, sko. Ég væri til í það. Eiga hann inni. Ég ætla að reyna að þrjóskast með hitt. Já, sko. Það náttúrulega mikið hægt að vinna með alls konar hérna. Þú ert mikill gegenpressmaður. Ég gegenpressmaður. Þú veist, control possession svona, jú, fínt. Þú veist, þú getur náttúrulega verið með eitthvað tiki-taka þá og ertu svolítið að leggja upp með það dominant og possession og eitthvað, pressa mikið. Já. En, þú veist, ég nota eiginlega allar taktíkur sem ég seti upp sjálfur hjá mér, það gegenpress, sko. Gegenpress í rauninni bara svo fyrir þá sem að vita þá bara að keyra. Já. Hvernig leikurinn með gegenpress á? Ertu þá meira að spila stutta sendinga bara? Já, en líka gegenpressin snýst aðalút á það leið að tapa boltan. Það fara beint í að pressa, já. Þannig að sko, hérna ertu með þessar ball-playing defenders, við erum með sweeper keeper, við erum með wingbackana. Þessi fer í ballvinning. Breytur eitthvað hlutverkum, segir til dæmis að þau séu middir. Já. Þú lætur bara alltaf menn slotta í hlutverkin? Oftast, já. Oftast, sko. Ekki nú sért í eitthvað algjöru vissin? Já, það bara, ég nánast breyti valla hlutverkunum, sko. Nú þetta komið með hérna Abraham inn, þegar ég gæti loksins registrera það. Já, þetta var versta management í heimi, ég keypti held í 5 leikmenn og ég gleymdi að registrera alla. Já. Sko, við erum með attacking hérna. Þetta má vera smá narrow, fáum overlappið og focus play through middle. Passing, það má bara vera shorter jafnvel. Og við ætlum að vinna boltan inn í boxið, enda erum við með 3 hérna og wingbackar að styðja við run-at defense, expressive, þetta bara svona þetta basic. Sko við ætlum að counterpressa og hérna hef ég verið að gera hold shape, sko. Já, ég til það. Hérna, það þarf ekki alltaf að æðast á og tapa boltanum aftur, sko. Hérna ætlum við bara að fá hann í
í hafsendana og short kicks. Það er ekkert að pæla mikið í þessu, sko, out of possession hérna, þá erum við að hápressa. Það er hægt að vera með þetta hérna, en það er allt í lagi að vera hérna. Tryggjum alveg endalaust, sko, förum í step up, trap outside, stop crosses, jafnvel að hendi stökk inn, sko. Það er svolítið harðir hérna. Þú veist, það er þá líka frekar að hérna bara brjóta hérna heldur en að leipa þeim í einhverja hættulega stöður, sko. Þannig að þá er þetta hérna svona nokkurn veginn klárt, sko. Já. Og eins og ég sagði, þú veist. Gerist þegar maður setur í. Já, hann er bara. Skústi með rosalegt lið, sko. Já, þú veist, af því hérna eins og ég segi, þú veist, þessi deep line forward sem eru sikur með við advanced forwardin, þeir eru náttúrulega að vinna í svona þessum svæðum og virka oft í þessu kerfi eins og kantinn. Já. Þú veist, þannig að þetta er ekki alveg bara 3 í boxi og svo bara kemur einhver boltum ága, sko, af því að alltaf vantar einhvern stuðning. Þeir eru svolítið að tengja á milli miðjusóknar, þú veist, virka oft eins og 10 eða kantmenn og svona færðu vingbakkana. Þannig að hérna, þeir eru mikið að leggja upp mörk. Þú veist, advanced forwardin, hann er alltaf, í þessu kerfum, hann er alltaf markahæsti maður liðsins. Já, hann? Alltaf. Svo sem er þarna bara í miðjunni. Já, af því hann er bara fyrir fram á boxið og þeir eru ofta að koma svona tegin og þrykkja hún fyrir af því þeir eru í svona fyrirgjáðstöðu fyrir að gera skotstöðu. En skoruðu þetta líka sérstaklega svo ef að marka 10 með bolta vinstra megin og þá náttúrulega er hinn komið fyrir á markið og ef að bolti fyrir yfir centrali, sendirinn, Richardson þessu tilfelli, þá er Ossi Dadamo mættur á fjær, sko. Já. Þannig að þetta er eins og þetta er það sem ég tel virka langbest í annan árangri. Það verður gaman að prófa þetta í kvöld, sko. Ég bara get ekki beðið, sko. Nei, og hérna. Þú vilt sjá bætingu á töflunni? Já, það er þeir eru rétt rúmlega hálfnað með sísonið. Þannig að það er nægur tími til þess að, sko, því sjá, það eru bara 9 og 10 stig upp í playoffið. Þannig að það er alveg góðu séns á því að þið bara jafnvel komist báðir inn og XG-deildin, helvíti, sérðu, hún er ekki góð hjá mannum. Nei, þetta er einmitt, þú veist, þetta er eins og ég var ofta að gagnrýna á chatinu, þú veist, það er óþolandi að horfa á Hjamma með leik og hann á 4 marktilraunir, sko. Þú veist, þið eruð ekki að reyna að skora, sko, að spila ekki varnarleik. Ég veit það. Þetta er bara erfitt, sko. Þess er gott að geta kallað til aðstoðarþjálfara. Það er hluta konseptinu, að geta verið með aðstoðarþjálfara í þessu og þá ert fyrsti aðstoðarþjálfarinn okkar. Og það verður gaman að prófa þetta. Eitt sem ég langaði bara að heyra í þér með. Hefurðu notað þetta eitthvað? Squad planner. Þetta er náttúrulega nýtt í leiknum, sko. Já, hefurðu eitthvað notað þetta? Nei, ekki mikið, sko. Þú veist, ég hef aðeins bara, þú veist. Ég sá að þetta var fullt af leikmönnum hérna í byrjun, sko. Jú, það er allt hérna. Já, þú veist. Þetta er bara eitthvað svona, þú veist, þetta er eitthvað svona til dæmis, þú veist. Ef við bara tökum hérna og gana 18 ára þessi, að sjá, finnum einhvern lilling, sko. Kannski frekar í þetta hérna og sjá hvað ég segja hérna. Getur ekki fundið einhvern sérfræðing sem á enga framtíð. Þú veist. Jamie Brown, sko. Eða þessi. Eða Jamie O'Hara, ég veit að hann bara kaupa hann. Ég var alveg til í að losna við hann. Já, sko, ok, þú veist, ef hann en við erum ekkert að láta hann fara. En þú veist það sem þið getur gert hérna, hann er hvað sem er sko að reyna út af samning. Þú ert nýbúinn að skrá hann er emergency backup og virðist nú ekki eiga mikið séns að komast í liðið, sko. Nei, hann er bara gamall Tottenham. Já, ég veit það, en þú veist, þá getur til dæmis bara eitt honum hérna. Þá dettur hann út úr skotplaninu, þannig að þú veist, næst þegar kemur einhver svona fundi og eitthvað, þá segja þeir örugglega að setja hann á söllist af því hann er ekki í liðsáformum, þínum með liðið. Þannig að, þú veist, ef þú vilt losna við... Er þetta þannig dæmi? Þú gætir í rauninni bara svolítið verið að taka þarna svolítið upp? Já, þú veist, þannig að þú getur svona svolítið haft hérna, þú veist, og hann er komin hérna inn líka, sko, í þessa stöðu hérna. Þú veist, og hann er með eina stjórni hérna, sko. Hann er aldrei bara remove hann hérna, þú veist, þessir eru náttúrulega 18 og 19 ára, maður veit ekki. Og þá koma þeir ekkert fram þannig? Nei, sko, en þú veist, þá einmitt þess að segja, ef hann er ekki í áformum liðsins, þá náttúrulega fara þeir bara að mæla með því að hann verði settur á sölust. Hérna sérðu, sko, þú með 1, 2, 3, 4, 5 sem er þetta er reyndar lánsmenn hérna. En þessi hérna er reyndar samning hjá þér, sko. Hann á að vera eitthvað breakthrough prospect, hann er 22 ára, hann er alveg með 2 stjörnur. Þannig að þetta er sniðugt að skoða þig. Já, þannig að þú sér það potentially gott. Bara henda nýja samninga á hann. Já, þannig að þú veist, þá myndi ég bara fara í, sko. Henda nýjan, já. Þú veist, það er oft gott að tala við agenti fyrst og svo var ekki fílu, sko. Segir bara að við viljum enda þetta sem þeir eru ánægðir að heyra það. Hann vil fá einhver laun annað. Þá bara samþykjum við það. Þá getur þú farið í contract negotiations, þú veist, fringe player, það er bara fínt.
þú veist, af því hann ekki orðinn nógu góður til þess að vera leikilmaður. Þeir eru bara til í allt. Svo reynum við bara að lækka þetta. Harður í samningum? Já, vel að setja upp í 3 ár, sko, þá lendur ekki í veisinni. Ef við færið upp, sko, þá hækki ekki ómikið, sko, 1 year extension, ef þið fallið ekki, 5 leikir, það er bara allt í lagi. Þessi gaur getur alveg komið á 4 ára samninginn ef hann bætir sig og ekkert á bestlaunum, sko. Hann alltaf vill hækka þetta aftur, sko, þá fyrir við 800 kallinn, 25% aftur. Já, sjáðu. Hörðu? Lendur. Já, maður þarf að fá þig á kantinn, við erum svo hræddir við umbóðsmennina, við samþykjum allt alveg. Það verður að passa svo þegar. En það keiptu við menn sem fóru bara beint í ensku nám og við erum í algjöru vissum. En þetta lítur vel út, og þetta er rauninni skotplanurinn, þetta bara sett inn bara til að einhvern veginn geta séð? Já, og sko, svo getur þú farið í next season, þú veist, stendur hann next season. Þú veist, þá allir horfnir út sem að verða búin að renna út. Og þá ertu að sjá kannski, Já, þú sérð hérna bara, bara 3 strækjara. Og þú veist, get ég verið að spila 3 strækjara kerfi með bara 3 strækjara. Og þú veist, og þeir eru ekki einu sinni góðir, sko, eða fattar mig. Þetta eru ungi strákar, ekki orðin á góðir. Það er bara Dadom og Daniel Orsi, sko, sem verður eftir. Þú ert náttúrulega búin að lofa honum einhverju spiltíma hérna. Já, maður er búin að lofa alltaf. Já, þannig. Og hann er fringe-player samt. En ok, þannig að þetta sko skotplanur eru bara til að hjálpa þér að svona sjá hvernig þetta verður. Já, bara betri yfirsýn, sko, og þú getur þarna haft spín áhrif á bara hvað þú vilt hafa, þú sér náttúrulega þarna. Ég ætla að sjá, þú ert í 1 vinstri bakur. Já, þú ert 2 í dag, sko, þú ferði í current season. Já, current, já. Þannig er Amosin, sko. Já, Amosin, ég þarf að segja með hann líka. Já. Ok, þannig að Það er spurning hvort þú hjólum í hann. Sjá hvort mér takkir samningatæktin. Já. Tölum við agentinn. Tala við agentinn, já. Svo verður bara verið í interested. Og bara agree, sko. Agree, já. Svo endur við, og svo fer ég hérna í bara offer contract. Já. Ég vil að þegar harður núna regular starter, já, hann er þetta góður. Já, en ítt að þess að regular starter, sko. Þá sérðu, já, það er einmitt bara mælt með því. Hann er þar staðsettur í liðinu. Þú veist, það er oft, sko, þannig að þeir vilja regular starter, en... Já, komið recommended annað. Já, recommended kemur kannski bara skotplayer eða eitthvað. Já. En þetta er flott. Þá Hann er ánægð með það. Já, heldur hann með það. Og samningur, sérðu þið, nú ætlum ég að prófa að fara í 800. Það er 750 fyrst. 750? Þetta er svo rosaleg. Og hækkaði samningin í 3 ár. Já, alltaf að reyna Þú vilt halda þínu bestu mönnum, sko. Og yearly wage rise, ég myndi nú að lækka það í... Er engin... 5%, já, þá hækka launin þess ekkert og mikið þarlega, sko. Þetta er svo bara öfug Sólveig Anna, hún er bara að lækka laun hérna, er að fíla það þetta. Sko, þarna ertu með, sko, fee release clause, þess að klúbbar í hærri deildum, hann vil hafa það í 300.000, sko, ég myndi ekki endilega taka það út, jú, ég myndi hækka það upp í 500. 500? Já. Þú veist, það er svona raunhæft og svo ef þið fallið þá er hann með þessa klásúlu sko 175.000 pund sem að er alltaf leið, þú er aldrei að fara að falla, setja þetta í 800. Já, maður verður að, þú verður að spara. 3 ár ekki get ég að fara ekki að reyna með þetta, 350. Já, þeir settu þak á það, þannig að 5% og jafnvel fyrir neðan í 30% promotion eða þið farið upp. Ok, þetta er early, þá er hann svolítið pirraður. Ekki hækka árin, lækka þetta í 850, ok, ekki hækka árin og farðu núna í suggest og sjá hvað ég segja. Já, þá ertu búin að landa. Ég held ég vera að missa hann. Nei, þeir fara þessir umbóðsmenn helviti erfið að fara að hóta og svona, sko. Já, þetta var svakalega. En ef þú hefði farið svitna á bakinu. Já, ef þú hefði farið í of mikið af breytingum á þessu áform, þá hefði það bakkað út, sko. Ok. En þá hefði þeir ekki samið, sko, en þú ert allavega að tryggja Amosin og maður þarf alltaf að passa þetta launaþak, sko, maður alltaf sér þetta finansi. Já, ég er náttúrulega búin að klúra það, sko, við fórum helviti gist í ruglið, sko, en í dag, það er 14. jan, við ætlum að byrja, sko, þáttinn í kvöld að versla, við höfum ekki neinn, ég á eitthvað smávís. Já, sko, þú sér samt að þú áttir inn í launaþaki, þetta er 44 pund, þú ert current spending 30, þú veist, fyrir þennan klúbb, þá ertu með ágætis launabudget, sko, þú ert í einhver 37 pundum, þú átt inni 7.000 pund, sko, og þú sér að við vorum að semja við Amos og 850, þannig að þú geti tekið 7 leikmenn á sama díl og Amos, en þá þarftu samt að hafa þá fría, þú veist, því þú átt svo lítið af peningur, nema þú fáir 1,5 og svo einhverja fría. Þú vorum held ég að pæli að fara í, sko, fara í, jafnvel bara frí transfers í kvöld, sko. Svo er spurning, sko, ef þú vilt hækka upp í 125.000 pund, þá ertu samt að lækka launabudget upp á móti. Já. Þú veist, þú getur ætlaðir að kaupa mann 100.000 pund
og þú hefur þá í rauninni svigrúm upp á, hvað erum við með hérna, 40, 37, það nú alltaf leið. Sko, 37, þú hefur, hérna, þú hefur 200.000 pund en þú ert með svigrúm upp á 3.000 pund í laun. Já, það hlýtur nú. Þú veist þannig, þannig að ef þú getur keypt Settu þetta bara, ég ætla að fara að kaupa menn. Já, getur keypt menn fyrir 200.000 pund. Launasvigrúm með 300.000 pund sem er sko, sem er alveg nóg fyrir það því að þú ert að semja með Amosinn upp á undir 1.000 pund þannig að þú getur ekki að fengið 1-2 mjög góða eða ef ekki 3 solid leikmenn fyrir þetta Já, svo ætla Hjama þarf að bæta nokkrum í gráa herinn eitthvað svona 38 pluss einhverjum sem er alveg á síðustu metrunum Það var gott að fara í sko players in range hérna Hvernig leitað þú, hvað finnst þið best að leita að leikmennum? Sko, þú ert með einhverja stillingu hérna, Expire, það er kannski alltaf læg að skoða það. Ég tek það oft bara það, mann sem eru 43 ára sko. Ragnar Klavan. Ragnar Klavan. 37 ára, sko, hérna ertu með 30 leikmann sem er á fínum aldri þá, með World Reputation upp á 2,5 stjörnur. Það er bara gott, sko. Það er tjekki. Já, þannig að þú veist, þessi gaur getur spilað strækir, myndi líklegast svínganga í deep line forward, sko. Þannig að, þú veist, og það eru klúbbar eins og Sheffield United að bjóða honum samning, það er spurning hvað hann myndi kosta þig, sko. Arnór Smára, Hannes Halldórs, það er bara svo erfitt að fá út af, þetta er í Englandi. Já, sko, svo ertu hérna með Fraser Campbell sem er með A+ í hérna. Ég var nú búinn að bjóða í hann held ég. Já, sko. A+, það er magnað. Já, þú veist, þú getur í skoða oft eftir einmitt World Reputation þegar ég er í þessum klúbbum eða þá einmitt fer í recommendationið þá færðu hérna til dæmis annar gaur hérna sem er 24 ára, þú veist, þetta er ungu gaur. Hann bara, þú veist, hann verður, eins og sér, hann bætir sér mikið hérna. Hann er 3 stjörnur, getur orðið 4,5. En af hverju svona maður á free transfer? Og endurnýja samningin? Það er eitthvað það er beinagrindur í skápnum held ég. Já. Það er eitthvað rugg. Þannig að þú veist, þú sér hérna er fullt af menn, þú sér stöðunar, getur fengið þér hérna varnarmann, þú getur, ég held með sér ég tekið þennan, þannig að ég var með Íslands save og var með Þróttur Reykjavík. Já, Þróttur Reykjavík. Kom þeim með bestu del, sko. Það var okkar lið líka. Já, þannig ég tók þennan, það er rétt, þetta er sami gaur ég tók eins og í Þróttur, sko. Já, ok. Þessi gaur er solid á þetta level sem þú ert á hérna. Já, ég er að fara að tékka þessu. Það er greinlega nóg að gera í kvöld þegar við förum í listan. Þannig að þú færði yfirleitt bara í, hvað ferði í? World Reputation eða Recommendation. En inn í scouting, þá ferði bara players? Já, fyrir players og svo in range, sko. Já, það sem að þitt scouting budget og þínir starfsmenn sko ráða við að skoða. Ok, og svo ferði bara í World. Já. Eða þá þarna. Þú veist, þú sér það, rangeið er sko surrounding divisions sem er þá, þú veist. Er það ekki bara eðlilegt? Skybet League 1, 2, Vanarama, þú veist. Og svo náttúrulega því þið eruð held í Íslendingar, þá verður með einhver Íslendingar inn í þessu. Já, þannig að það er, þú veist, Pálmi Rafninn á 38 ára káeringur, sko. Já, þetta er ekki að maður næði þeim, ég held að þetta sé allt við sem er... Já, þetta er... Reyndar eður að spila, er það ekki landsleiki? Já, en þú veist, Ragnar Klavan myndi 100% slú í gegn, sko, hann er alltaf með 181 landsleik og hérna, en hann líka 37 ára, Matti Vítra Þess að ég er til í þennan, getur þú sjálfslistan eða bóðið í hann bara? Ég getur bara að prófa hérna. Já, nú held ég ekki að við erum brjálaðir, sko, það er náttúrulega erum byrjaðar að... Hvað kom? Gætu við ekki sænað hana? Jú, það er hérna... Er ykkur agent eða? Ég var að pælja þeim að sjá. Já, Ask Agent, við erum í Kín hérna. Já, hann vill ekki ganga til þessi Grísby, en það þýðir samt alveg við getum alveg prófa, sko. Nei, hann er bara... Hann er helviti harður. Hann vil ekki einu sinni taka síman. Nei, en... Já, þetta við verðum bara að taka... Hérna er þetta helviti áhugaverður gaur, Jæja Sanogo, þessi var einu sinni Arsenal, sko. Nú? Já, því Tottenham myndi vilja kannski ekki fá hann, sko. Jó, ég fyrirgef nú ýmislegt, sko. Ef hann skora fyrir mörg, hann var í Toulouse líka. Já, hann er ekkert að skora mikið, svona. En hérna... En þetta, já, ég þarf að fara í þetta þannig að við getum kíkt á þetta, bara recommendation og þetta hérna líka, við höfum ekkert verið að kíkja þetta. Nei, reputation oft svona, þú veist, þar finnur þessi, Ragnar Klavan er kannski ekkert besti leikmaður í heim í dag, en hann er með World Reputation, hann alltaf var í Liverpool og alls konar svoleiðis, þú veist, þú ert hérna með, þú veist, Hannes Halldórs sem varði víti frá Messi, hann fekk alveg auka stjörnu fyrir það. Já, það er bara þannig, 84 kíló, þannig að það er alveg spurning, sko. Fraser Campbell, sko, tjekka á hann, okkur var ekki búinn að, ég held ég væri búinn að sko hann might consider Johnny Grisby, þú veist, hann er að tala launin upp á 1,62. Já, við gætum tekið það. Já. Þarna er hjá mig brjálað, sko, því að þetta er gammal Tottenham maður líka. Já, sko,
hann þarf að vera að fá stjörnuleikmaður og það alveg recommended af því hann bara þannig profíl sko. Já, þetta aðalmaðurinn. Hann vill lofórð upp á að þið endi í topphalf, sem sagt, sko 2024-2025, þið ekki komið það langt sko. Nei, ekki bara þetta lofa því. Jú, en svo líka, þú veist, ég eyði svolít út sko. Já, það bara vælir hann sko, en þú sér það, hann ekkert að væla. Nei. Ég eyði oft einhverju svona lofórð út. Þú kannt á þessa agenta maður. Já, sko, hann að tala með 1,8 í laun. Ég reynir náttúrulega að fá það, smyrja það niður sko. Þá náttúrulega þá við förum yfir max, nei, það bara lækkum við þetta í þristin kannski og hann að byrja sæning fyrir upp á 5K, það allt í lagi, eins og samningur, við megum ekki sem við herra, við láta stjórnin bara kemur í veg fyrir það. Hann er 37 ára. Já, hann það. 35 ára. Það nú allt í lagi. Hann búin að fara vel með sig. Já, sko, hann vill fá smá gólbónus. Ef hann að skora mörg við, hækkum þetta í 20 mörg. Ég til í það. Þannig að setjum hann í 5 kallinn hérna, ef hann sem 10, velum hann frekar fyrir að ná 20, sko. Þannig að hann fær alveg 4 kalli viðbót, sko, fyrir 20 mörgin. Jafnvel að það þetta bara svona. Sko, ef að liðið fyrir upp, við hefum ekki hækkað launa svo mikið, þannig að hann væntanlega að fara á stærsta baggan hann, sko. Og svo er gott að bæta við optional contract extension bökla, þannig að þú getur valið framlengja samningin, það sannaði eitthvað að segja. Og jafnvel bara læsa því ákvæði, hann getur ekki tekið át. Það spyrir hann, ólíklegt hann fær ekki við þessu. Já, við erum læst það. Já, þú veist, þannig að við getum læst þessu og þá getur ekki breytt þessu. En þú veist, ef við þurfum að læsa launatölum, þá fara þær í fílu sko oft. Prófum þetta svona, ok, við erum með þetta lásinn inni sko. Hendum í 1,5 hérna, agentinn hérna, lækkum þetta aftur í 5 bara. Þetta fyrir 30, þetta væri 25 hjá okkur, þannig að hækka þetta aftur upp. Nú þetta með einhverju land út? Nei. Við erum engar ágjur af því. Það rosaleg framlína maður, Freysian Campbell og... Sko... Það gefur sig ekki með þessu lög. Nei, þá höldum við þessu bara. Leifum þeim bara, þú veist, agentin vill fá... Hann vill fá sitt. Sko. Það getur ekki bara hækka það? Nei. 6, 5, hérna. Býttu nú við. 1, 6. Very close. 1, 7, við förum ekki hérna. Sjöðu. Hörðu, þetta er rosalegt. Þá erum við sko, og þú getur framlýtt við hann bara á síðasta árinu á þess að hann hafa nokkuð að segja sko. Ég heldur bara að fá þig til að kíkja á heimilisbókaldið með næst, sjá hvort ég hafa ekki einhverju dílum, þetta er rosalegt. Ég er ekki á harðu greinlega. Nei, Campbellin á að lenda, af því að hann er náttúrulega englendingur líka. Það er ekkert vesen hérna sko. Nei, þetta er agalegt nú. Ég held að hann eftir að bjóða móti mér hann hjá mig í kvöld sko. Já, við förum ekkert lengra með þetta sko. Nei, hann er með hyggstækstur út í bænum þegar við erum að taka þetta upp. Hann veit ekki út af hverju. Hann kemst að því í kvöld, það er náttúrulega verið að geta ekki selt eitthvað hjá honum. En þetta er alveg maður svona sér, það er fínt að fá, við erum búin að fá svona yfirferðin tactics og líka fínt að fá svona aðeins hvernig maður að höndla transfers. Því að við hefum ekki verið nógu harðið þar. Og það eru kannski margir að stíga sem fyrstu skref í fútbolmannsir og vilja hérna svona aðeins sjá hvernig maður á að vinna með það. Bara lykilatriði, spila sóknarbolta, það er það sem skilja ránagrísu, það vilja allir svo mörk og færi, ekki hlusta mikið á þessa vitleysingar sem aðstæðarþjálfari hjá okkur. Bara opposition og hérna quick pick. Og svo bara hafa gaman þessu. En byrju oppositions, hvað er það sem er verið að breyta þar? Þá eru þeir bara að mæla með einhverju gagnvart hinu liðinu. Bara eitthvað svona stílstillingar eða? Já, sem að þú veist, sem er bara eitthvað, þú veist, tækliði Freysian Campbell. Eða þú veist, eða pressið þennan alltaf, skilur eða þú veist, það eru svona in-game management hlutir sem að þú veist, maður gerir eiginlega ekkert sjálfur sko. Nei. Maður getur ekki þetta sjálfur, það er bara... Maður tekur ekkert eftir jafnvel eða þú veist, það er ekkert bara já. Þú veist, þetta er eitthvað sem þú sér ekkert endilega. Þetta á við að bara hjálpa til við, sem sagt, hvernig það er leik. En ekkert vera fyrkt og mikið í, eins og ég segi þessum taktíkum. Þú veist, þú ert náttúrulega hérna með þessi náttúrulega attacking. Hérna ertu með hérna positive sko þessa og þessi hérna er cautious. Við kannski fórum ekkert mikið í þessa en... Nei. Hanna bara inn í. Þetta var eitthvað sem ég bara var að leika með. Já, þú veist. Ég hef notað hinn og tvær hér eftir, sko. Já, þú veist, þannig að þá ertu með hérna 3-4-3 eins og þetta er í rauninni og ert með 4-3-3 hérna sem þú ætlar að fara að skora mörk og... Ég líf vel á það. Ég er mjög spenntur. Ég þakka bara kærlega fyrir að hafa reddað okkur með þetta. Við kannski þurfum að kalla það aftur ef að annar okkar fer inn í stjórnarherbergið. Þetta var hræðileg stund fyrir hjemma. Sást hann var alveg svo barinn hundur þegar hann kom út. Það er bara þannig, en bara
það væri gaman að fá og við treystum og mætir í tjatti og haldir áfram að halda okkur efni. Og nú náttúrulega þórum við ekki að fara út að leiða eða neitt. Þetta er náttúrulega búið að setja okkur í... Já, það var náttúrulega markmið með þessu. Ég er náttúrulega svona greiddist þegar hjá mig fór á stjórnarfund því ég vill ekki streymið eðileg. Nei, við vitum ekkert hvað við höfum að gera við regnir. Já, þið verðið að halda jobbi sko. Þannig að sko, en annars mæli með þig, ef annar ykkar lendi í þeirri súpu að sitja starfslaus þá bara búið til nýjan sama manager og aftur í jobbið sko. Í sama lið bara? Já, ég verði ekki bara að gera það. Við erum að halda það þannig. Það þarf að halda Stockport og Grímsby undir stjórn ykkar Óla Jóhans og Hjálma. En ég held að við náum þessu sko. Það er náttúrulega enga væntingar til Grímsby, þeir voru náttúrulega komið upp. Já, einmitt. Ég held að ég bara að halda þeim upp. Já. En Stockport, ég held að þeir séu nú að gæla við að fara jafnvel upp sko. Já, en þú veist ef þið svolítið keyrið á skemmtunin hérna á sóknarboltana, þá er það gaman að áhorfendur líka verið svolítið með okkur. Sér hérna, þetta er helvítis, þetta er þung brekka hjá honum. Þetta er baggi að bera. En Bort er nú aðeins komið inn hjá honum. Já, sko, mitt. Ég held að ég sé nú í toppmálum, það er engin með sér C+, það er bara gott, sko. Pleased bara. Já. Fans líka, sko. Já, allt í vínu. En sko, þú sér samt hérna, þeir vilja play entertaining football og þar ertu disappointed. Og attacking. Já, play attacking football og possession football og þú veist, þetta hérna allmis er bara verið desired, sko. Já, við vorum ekki eins og pælið, sko. Nei, þú veist, þetta er importance, sko, þú veist, þeir vilja þetta, þeir vilja þetta aðeins meira og þetta er bara, sko, þetta er desired hérna. Við erum að fara að beint í það í kvöld. Já, sko, þú ert náttúrulega semi að establisa það hérna, það er náttúrulega bara gjörsamlega required hérna, og þeir eru sáttu með það. Sko, be competitive against Hull. Það er auðvitað, Hull og Grímsby maður, þetta eru sjáaplásin, sko. Þeir eru náttúrulega í Champions-deildinni, sko. Já, það er ekkert að segja það. Þannig að hérna... Þannig að þetta er svona bara, Lincoln og þetta er bara svona einhverjir klúbar, rævarklúbar, sko. Og það er bara krafa að ná árangri þar. En þú verður að... En Bort er ekkert að pæla í svona entertaining football. Nei, sko, þeir vilja bara mitt ánægði með peninga fjármálinn í þessum díl og... Avoid relegation hérna. Já, einmitt. Ég er með allt, ég er með thumbs up hjá stjórninni. Já, bara... Ég með reputation eða kannski geta spilast út mikið. Nei, þannig að þetta er, eins og ég segi, þetta er svona 5-year plan hérna, þá ertu góðan í sko established, on course, top half, þetta er svo langt í þetta, þeir eru ekkert að... Já, þetta við verum bara okkur, þetta... Já, þannig að... Þetta er glæsut. Já, en þú sér, ég hjó eftir henni hjá mig, við fórum nú í Freysi Kampeli, sko, hann er nú með 5 transfers hérna í gangi, sko, það er eitthvað, hann er hjá mig, býtu hvað, ég held að konan hafi hleypt honum í deginn þegar ég bara ekki verið heima, sko. Já, sko, hann er búinn að signa eitt sem kemur henni eftir season. Ryan Johnson? Já, einhver hafsend hérna. Já, hann er búinn að vera að sniglast. Hann er að sniglast. Ryan Adele er farað, ekki? Jú, hann er að selja þessa... Hann er að selja hérna, já, hann er búinn að vera að selja alveg menn, alveg vittur. Er að selja á alla? Já, þetta er allt átjá, þessi er að fara. Já, hann er búinn að vera þínu. Hann er bara að kassa inn, sko. Já, hann er að kassa inn, hann er undirbúið sig fyrir kvöldið. Nú er hann að reyna... Það er alveg dæmi. Þú sér að hann á 40, sko, fjármáli hann. Hann á 40.000 pund. Já, hann getur alveg keypt. Hann á 7.000 pund í launabudget og þú getur bent honum á þetta hérna. Hann getur svona aðeins, þannig að hann getur hérna kannski hækka transferbudgetið upp í... Bara þannig? Já, þannig að hann er sko með núna 40.000 pund og 61 nánast. Þú veist, ef hann er tilbúin að lækka launabudgetið í 58 á hann 165.000 pund. Já, setja það inn og hann getur að stilta bara ekki. Já, þannig að það er þetta fínt í þessu. Já, stór þáttur framöndan, en þakka bara kærlega fyrir komuna og að hafa reddað okkur. Já, bara mínir ánægðan. Þetta var virkilega gaman að fá að skyggnast betur inn í þetta, því að maður er líka að læra á þetta. Já, ég vona áhorfendur hafa gaman þessu og við fáum fleiri mörk og svona, betri úrslit. Já, og ég held að margir hafi lært helling að þessu hjá okkur hérna í dag, þessu spjalli. Þannig að við fáum betri úrslit og það sem mestu skipti við fáum skemmtilega fótbolta. Það er sem allir vilja. Já, það er bara þannig. Þannig að þakka bara kærlega fyrir komuna. Mario Balotelli, okkar maður á chatinu, kominn hérna og Baldur sjálfur að hjálpa okkur með þetta. Þannig að bara þangað til næst, þá bara þökkum við kærlega fyrir okkur í þessu sérstaka þætti af stjóranum. Takk fyrir mig.